Takk fyrir að hjálpa mér að skipuleggja afmælið. Vilhelmín Eidikvön er ótrúlega sátt. Bara minnsta mál í heimi. Mér finnst ótrúlega gaman að fá að gera eitthvað svona, sérstakt fyrir fólk. Og ég veit ekki vera of mikil prakkari, en segjum sem svo að ég hafi kannski pantað smá atriði. Nú, ok. Já, eitthvað svona aðeins öðruvísi, smá svona skemmtun fyrir krakkana. Ok, Já. ok. Ég sem sagt er búinn að hringja í galdramann. Galdramann. Galdramann fyrir afmælið. Já, þú ert að tala um töframann. Er eitthvað munur á því, eða? Já, þú veist, töframaður er svona sá sem dregur kanínur upp úr hatti og skemmtir í afmælum, en galdramenn eru svona berjast við dreka og búa í háum turnum og eitthvað. Sko, hvorugt að þessu er til í alvörunni. Þannig ég er alveg nokkuð viss um að þú sért eiginlega bara að fara með rangt mál akkurat núna. Þú gerir það alveg stundum. En ég er með auglýsinguna, sant? Ég bara sjá hvernig hann orðaði þetta. Sko. Heyr eitt, heyr öll, ég er frjáls á ný, 300 ár fangelsaður í eldfjalli hafa ekki hækkað verðin. 4 túskildingar og leyndarmál sem þú hefur aldrei sagt öðrum munu ákalla nærveru mína. Ég er hér! Sýni mér fjendur í þar og ég mun knésetta þá hið snarasta. Veitu, afsakið, hver ert þú? Hver er ég? Hver er ég? Ég er Stormgarður Frostgleypir, síðastur hennar 4 galdrajötna. Ég stend vörð minn heilaga gral. Og ég er frumkvöðull mikill. Þér dirfist að ákalla mig hingað. Já, hæ, það myndi vera ég. Ég sem sagt hringdi á sunnudaginn, manstu? Þetta er galdramaður. Það er ekki munur, veist, galdrar, töfrar, ekkert það sem til, hvað Enginn véfengir máttarvöld Stormgarðs Frostgleypis. Enginn! Hefur þú mig að háði? Sko, herra, nei, það er enginn að reyna að hafa þig að háði. Hérna, þú ert greinilega mjög öflugur galdramaður og hérna, ef þú getur þess að lækna niður í smástund, þá get ég kannski útskýrt hérna. Takk. Og hvað höfum við hér? Hobbitar, dvergar, dríslar? Þetta eru börn, þú veist, krakkar, fullur fólk sem er ekki orðið fullorðið. Vilhelmína mín var að verða 6 ára. Og hví hafið þér boðið mér í slíka samkundu? Sko, það stendur í auglýsingunni. Það stendur, sko. Hvar komst þú yfir þetta? Auglýsinguna, ég fór í einhvern helli og niður í hellinum var eitthvað lítið musteri og þar þurfti ég að berjast við einhvern kíklópa þegar það var búið að svara 3 gátum hjá Sphinx. Alveg hérna í lokin, þá stendur, og bara með velvinningu, PS, skemmti í afmæli. Fáðu mér þetta. Aha, skemmi afmæli. Af hverju myndirðu taka það fram? Svo mér verður ekki boðið. Ok, það er greinilega búið að vera eitthvað misskilningur hérna og það er augljóslega mér að kenna. En ég var að spekulera hvort að gæti samt kannski, skilurðu, bara gert hérna smá brellur, eitthvað smá trikk fyrir krakkana, eitthvað svona sniðugt, skilurðu. Brellur? Brellur skulið þið fá. Þetta fór bara ágætlega. Krakkarnir eru bara sáttir og eitthvað, þannig að bara vel gert og takk fyrir hjálpina. Já, það er satt, en þakka þér, svona fyrst og fremst, þakka þér fyrir að dæma mig ekki, fyrir að treysta mér og að vera ekki með einhvern leiðindi þegar ég kom upp að þér og var eitthvað má ég skipuleggja afmæli dóttur þinnar? Geggjað. Já, þú veist, ég er mjög þakklátur út af því að auðvitað gæti það verið pínu furðulegt fyrir að við þekktumst ekkert fyrir. Sem betur fyrir ekkert meira vesen eftir. Nú, ok, það er nú gott að vita. Já, þú veist, rættu sem betur fyrir úr því og núna er ekkert eftir nema bara seiðkall á leiðinni. Já, ok, það er nú, seiðkall. Já, sem sagt, þú veist, pulsur, eitthvað sem er góður í að sjóða.
þú veist, fylla mallan á krökkunum. Jæja, þá er nú komið. Við skegg Óðins. Siðkarl! Stormgarður Psissimis dróttins böðull frostgleipir. Í dag mun þú deyja. Aleko te vatan og til